Gott kvöld, kæru áhorfendur ÍA-TV. Hörður Ingi heiti ég og ég ætla aðeins að útskýra fyrir ykkur hvað í gangi hér á Keilbrautum. Kvöld ætlum við að horfa á bikarkeppni á milli ÍA og IR-PLS. Og til að byrja á því að kynna liðin sem að spila og við byrjum á gestunum. Það annars vegar Gunnar Þór Ásgeirsson, svo það Einar Már Björnsson og endingu Hafþór Harðarsson. Og gestirnir, við vorum gestirnir, já, Peters, hittir ekki, heimaliðið. Heimaliðið ÍA Magnús Sigurjón Guðmundsson, Matthías Leó Sigurðsson og Manuel Jónsson. Manuel Jónsson svíi, kom hérna til að spila í Rigg. Fannst þetta eflust svo ótrúlega skemmtilegt. Hann ákvað að vera bara aðeins lengur og þeir náttúrulega munstraði hann inn í ÍA-liðinu og nú spilar hann leik sem virkilega skemmtilegt að einhver nenni að spila hérna hjá okkur í Íslandi sem segir okkur að við erum að gera góða hluti í keilu. En þessi tvö lið eru eins misjöfn og geta verið. PLS búinn að vera á toppnum bara í fleiri ár og ÍA búinn að vera við toppinn samt svolítið brottgengir. En mér sýnist á öllu, allir þessi leikmenn sem eru að spila í kvöld voru að spila í Rigg. Og miðað við frammistöðunni í Rigg, þá eigum við von á rosalegri keppni í kvöld. Ef að þeir geta dúblað það sem þeir gerðu helgina. Helgina spiluðu allir þessi leikmenn, yfir 230-250 leiki. Meðaltalið var mjög hátt. Matthías Leó stóð sig gríðarlega. Maggi fór bara lengst af þeim og tapaði rétt naumundum sínum í 8-manna úrslitum. Þannig að hann var svona næsti að komast í topp 4. En þess ber að geta að ÍA-liðið með einn mann í viðbót sem á bekknum og sem kemur mér gríðarlega óvart að hann sé á bekknum. Þetta eigandinn að öllu Keilu á Akranesi Guðmundur Sigurðsson. Hann gerði sér lítið fyrir og henti 300 leik núna daginn, 59 ára gamall og sagði við þessa ungu stráka, þetta ekkert. En hann fær ekki að spila, það gefur augalega það að þeir telja sig vera betra en hann. En þeir verða þá að sanna það í kvöld því að Guðmundur náttúrulega stendur bara á bakvið og býður hungraður eftir að komast inn á og ef að þeir standa sig illa þá skipta það náttúrulega inn á. En nú eru menn að hita upp og í upphitun þá reyna menn ofta að búa til svona línu fyrir sig. Þeir kasta allir á sama stað oft og búa til einhverja línu, búa til rönd sem að þeir geta svona hent í sem svona þurrkublettur en boltinn beygir þá meira. Þeir kasta oft kúlum sem þeir ætla kannski að geta nota. Þannig að það rauninni kúnstinn í þessu. Það stundum boltar þannig að þeir geta svolítið upp olíuna. Stundum vill leikmaðurinn hann olíu að minnka á brautinni og þá bara kastar hann kúlur sem frussar olíunni burtu þannig að hann hafi svolítið svona eins og við köllum að hann hafi pláss, þá hefur hann pláss á brautinni. Þá getur hann hent svolítið frá vinstri til hægri af því að þegar hann kemur í þurrkblettin hægra megin þá beygir hún. Þannig vilja menn stundum spila brautina af því að hún býður upp á það. Öðru leyti þá spila menn svona frá miðju og til hægri þannig að þeir henda svona kringum pílu 2-3 stundum 1 og þetta fer svolítið eftir því hvaða olíu fyrir á, hvað mikið beygir hann, hvernig kúlastu með í töskunni því allir þessi leikmenn eiga örugglega fleiri en 9 kúlur en þeir þurfa ofta að velja sér hvaða kúlu vilja þeir nota. Það nota náttúrulega ekki allar kúlunar en þeir þurfa að velja kúlu sem þeir ætla að nota og stundum valið rangt, stundum velum að kúlu, svo fyrir maður að spila og þá þetta einfaldlega ekki kúlan sem passaði akkurat. Þó sett hún að reyna að hita upp í 10 mínútur áður. Þannig þetta er kunst, þetta er flókið en þetta er rosalega skemmtilegt sport.
í þessu sporti eins og við vorum að spila núna helgina á Rigg. Í úrslitum var 18 ára, 26 ára, 40 og 50 og 70, já. Þannig að flóran rosalega stór í þessu aldurslega séð. Það eru allir sem geta að spila sama leikinn. Það allir afinn og barnabarnir geta leikandi farið saman í keilu af því að það runni íþrótt fyrir alla. Og það geta allir, það er engin þol í þessu, það er bara smá að geta haldið á kúlu og því aumari sem maður því léttari kúlu tekur maður. Þannig að það er alltaf aðlaga sig öllu í samtöku keiluíþrótta. Við erum hérna í Keilusalnum á Akranesi, sem gefur að skilja þar sem að IATV svo vinsælt og hugulegt að bjóða okkur upp á þetta og sem okkur finnst æðislegt að einhver vill vera svo góður að sýna frá keilunni. Því að auðvitað þurfum við umfjöllun og við þurfum athygli á sportið. En hérna er mikil gróska í keilu. Það er mikið unglingastarf hérna. Það er vel æft, það skila yfirleitt mjög góðum árangri í öllum unglingamótum. Þau eru með lið í deildakeppninni, þannig að það er engin hörgul á því hérna á Skaganum að hafa fólk og örugglega er hérna frekar plássleysi frekar en hitt að geta ekki tekið upp fleiri. En við þurfum alltaf aðstoð frá bæjum og borgum til þess að stunda þessi íþrótt því að þetta er kostnaðarsamt og við þurfum sal og við getum til dæmis ekki farið út af því að það fór vassrör hérna í húsinu og við getum farið út og hlaupið út. Við getum það ekki því við verðum að spila við þessar aðstæður. Þannig við erum svolítið fötluð í því að geta ekki gert neitt ef að salurinn bilar. Þá erum við bara að fara heim. Og eins og gerðist hérna á Skaganum sem mér finnst undraverðt skildu nenna því að koma þessu upp aftur því að gerðist það að íþróttahúsið var tekið í gegn og þurfti að loka salnum og í að keila gat ekki farið neitt. Þeir fóru til Reykjavíkur æfingar til þess að geta fengið eitthvað smá þeir sem er gríðarlega vel gert og mikil virðing við það. Ég segi sko að ef við hefðum ekki Skagan þá værum við alveg við það að lognast út af því við verðum alltaf að hafa fleiri sali til þess að æfa við svo við fáum öðruvísi aðstæður, við fáum aðrar aðstæður. Því það er engir tveir salir eins, alveg sama þó sem við byggðum eins, það er andrúmsloftið, það er rakastigið, það er svo ýmislegt sem getur komið upp á sem veldur því að brautirnar eru ekki allar alveg eins. Hérna eru bara 3 brautir, ég held að ég ljúgi ekki það, ég held að þessi eini 3 brautarsalurinn í heiminum. Og ég sé alltaf Gummi vill alltaf vera öðruvísi, þess vegna er hann með bara 3 brautir svo hann getur verið öðruvísi að það er yfirleitt 2 brautir eða kannski 4 brautir. En það er engin með 3 brautir. Því að það er alltaf 2 lið sem keppa þannig að þá eru það singulbrautinni. Okkur fannst það yfirleitt mjög skrítið þegar hann opnaði 3 brautarsal og þetta væri nú einhver steypan. En frábært sjálfur, frábært fólk sem á þetta hérna og vinnur við þetta og ég tek hatt mjög ofan fyrir þeim hvað þau eru öflug og duglega að gera þetta. En nú fer uppbytun bráðum að ljúka því að þeir eru að kasta hinum af þessum boltum, þannig að Gunni 2 handa og sér það, sáðu það, hann reyndi ekki eins og ná þessu, hann vildi bara aðeins pröfa línuna sína. Og Einar er örfendur og við köllum hann svona hálf 2 handa og svo eru hinir bara réttendir og standa sér vel. Og 2 handa menn séu svona sem virðist vera sterkastir í dag í keilu. En þetta þannig að tala Einar Má, hann er svona 1,5 hönd, hann sleppur henni mjög snemma. Svona, hann bara fer með aðra höndina og notar hana bara. Og hann stendur sér mjög vel. Þessi Svíi, hann kann alveg keilu. Það er alveg auðsjáld mál. Hann veit alveg hvað hann er að gera. Og hann spilar mikið á túrnum, á Evróputúrnum.
og flakkar svolítið á milli og þess vegna koma náttúrulega til Íslands að spila á Rigga því að Rigga er hluti af Evróputúrnum. Og sigurvegarinn í Rigg, Mikael Aron Vilhelmsson, hann vann sinn fyrsta titil á Evróputúrnum og fyrsti titilinn tekinn heima. En Arnar Davíð Jónsson var náttúrulega fyrstur til að vinna titil. En keilan er alveg upprennandi íþrótt. Þetta er ekki erfið íþrótt þó hún er ofsalega tæknilega sinni. Ég sé alltaf sko að þeir golfarar sem fara í keilu, þeim gengur alltaf vel. Það er af því að í golfi eru búin að læra þessa einbindingu og annað slíkt og það er sem þarf í keilu. Það þarf svolítið einbindingu og það er svolítið að hitta á það sem þú ert að gera og þá gengur þetta allt saman mikið betur fyrir sig. Þarna hendi Magnús í uppbytuninni bara í hægra horn. Þetta væri ekki örugglega ennþá nokkuð vissu hvernig hægra hornið lítur út. Af því að menn eiga eftir að fá hægra hornið uppi standandi. Nú sýnist mér öllu uppbytun vera lokið. Það er bara, nú tekur hinn rómaða alvara við, menn heilsast og eru bestu vinir þar til fyrsta skotið er tekið, þá er enginn vinur í leik. Reyndar enginn óvinur heldur en þeir eru ekkert mikið að faðmast, þeir gefa fimmur svona þegar þeim er rétta en þeir þannig að þetta er svona lokað þegar liðið er að hugsa sjálfan sig og hinn hugsa sig. Og Péles fer í sendingin sinn og segir ljúft Péles svona allir í einu. Þeir hafa þann háttinn á að fyrir leikarinn að svona peppa sig upp á einu hrópi. Þá byrjar alvaran. Fyrstur er Magnús hjá Skaganum. Og já, þetta var aðeins svo þröngt sko. Hann hendi honum svolítið inn á. Hann lét hann ekki fljóta. Og þá láta hann fljóta átt í við sko. Hann lagði hann ekki út, heldur sett hann inn á brautina. Einar Már næstur og þetta var mikið betra kast. Sjáu það líka. Þetta var bara mjög gott kast og var fella. Þannig ef að rafmagnið færi af núna á þessu augnablikki þá vinnur Péles. En við vonum að rafmagnið hangi. Og Magnús, hann reynir væntanlega við þetta. Og hann tók þetta maður. Þetta var rosa stór leif maður. Þetta var alvöru tekið sko. Vel gert, vel gert. Það verður vonandi hægt að eiga þessa klippu lengi og sjá hvernig hann gerði þetta. Það er Gunnar Þór og fær 9. Og sýnist fjarkinn standa þarna eftir þannig að hann var svolítið þéttur í þetta. Við sjáum bara hvernig Gunnar. Þetta er vel gert. Herru, Matthías fór upp á meðan og grýtt í eina fellu. Og þá eigum við Gunnar til að taka þessa einu sem eftir er. Þannig það er allt í járnum ennþá, þetta er allt jafnt. Magnús með feikju, Einar með fellu, Matthías með fellu og Gunnar með feikju vonandi. Já, Gunnar með feikju. Þannig að þarna var standa Gunnar með 9 og feikju þarna á grafíkinni hjá mér. En það er lagast. Þá var Emanuel og hann sett hann í vasann virkilega vel gert. Mjög vel gert. Þetta er allt saman jafnt. Hafþór, hvað gerir hann? Hann fer upp og hann var svolítið utarlega. Þannig að hann fikk 9 og ég held að hann bara verið heppinn. Hann fikk 9 út úr þessu kasti. Og þá gerir Einar sig kláðið svo við sjáum núna bara Péles-menn á brautinni þannig að Skagamenn gera hann á eftir Hafþóri en Einar er að byrja í öðrum ramma
á hinni brautinni. Og Hafþór undirbýr sig vel og hún þarf að ná þessu sko. Já. Þetta það er allt jafnt. Og við áður fyrir töluðum við saman í merkjum og nú eru bæði lið með 3 merki. En þá er Einar Már, hann með svo í muni hafa með fell og undan og hann kemur með fell. Og þá segir PLS hei. Þeir segja hei við hérna þeir setja 2 eða fleiri fellur saman í hóp hver og einn leikmaður. Magnús, hann vissi hvað hann gerði áðan. Hann nú breytt hann því aðeins og sett hann aðeins svona, já, meira hægri og betri bolta. Þannig hann skildi eftir 10-una, og eins og Maggi æfði hana áðan, þá ætti hún ekki að vera neitt vandamál. Hún á ekki neitt að þvælast fyrir hún. Gunnar Þór stillir upp, hann 2 handa eins og þið sjáuð, þá heldur hann báðum höndum kúluna og hann sleppir eiginlega bara vinstri höndinni rétt áður en hann fer að sleppin. Þetta var vel gert. Þá Magnús að taka gráa boltan sinn og þessi bolti á ekki að beygja neitt, þannig að hann ætla bara að grýta honum niður. Þetta er vel gert. Þetta er alltaf erfitt að taka 10-una, hún er erfið. Hún er hægra megin, boltin beygir aðeins og það er erfiðar að taka hana. Og fyrir réttanda, við skulum sjá hvernig Gunnar gerir þetta. Hann Gunnar snýr boltanum mikið, þannig að hann ættir vantarlega að snúa honum minna núna. Og þetta er að reyna að drepa boltan niður. Því að 2 handa og tók hann bara öfan. Fór hann fram. Þannig að nú var PLS undir og hérna Gunnar var með opinn, Matthías getur tekið hérna fell í viðbót og það leit vel út, það var með 9. Og þá er spurningi hvað Hafþór gerir. Hann var með feikju, þannig að það er eitt skot í bónus. Og best er náttúrulega að fá fell úr þessu skoti. Það er rétt, hann fjalla. Þannig að Skaginn leiðir hans örlítið og getur enda bætt við það því að Emanuel á eftir að kasta og hann með fellu, þannig að vel gert Matthías, virkilega vel gert. Þetta var bara beint á pinnan, þetta var vel gert, vel tekið. Og þá er það Svíinn, talandi einhver líður, en það er bara Emanuel. Svíar einhver líður, Svíar yndislegt fólk. Sjáu hvernig hann snýr aðeins upp á hendina sér. Og hann snýr honum við, það er bara... Og svo snýst boltinn alveg margar svona. Beint framan á nebbanum. Framan á fremstu keiluna. Og þegar maður snúa svona, kastar svona fast og snúa svona mikið, þá fer hún bara í gegn. Hún gefur þér engan séns, hún fer bara í gegn. En þetta er svipuleg og Magnús fékk hann í fyrsta, en hann tók það. Kannski Emanuel hefur hort á hann og séð það í rauninni að hvernig á að taka þetta. Skal sjá hvað hann hafi lært eitthvað öðru sig. Já, gerur það. Þá er þetta allt jafnt. Þetta er bara ekki flóknara en það. Allt í járnum. Einar með 2 fellur og Hafþór með fell og feikju, Gunn með feikju og opinn, Maggi með 2 feikjur, Matthías með fell og feikju og Emanuel með fell og opinn. Þetta er allt saman á mjög svipuðu róli. En þá er það Magnús fyrir Skagann og hann með feikju og fellu. Feikju og fellu. Þannig að og sjáum við bara að Maggi fekk fyrst 6 á feikju og þá hefur hann hugsað með sér, ég þarf að breyta einhverju og breytti því og fekk það 9 og svo breytti hann aftur og fær fellu. Þetta er góði spilarar sem geta þetta. Einar Már komið inn enn til þess að halda í. Já. Einar Már var
efstur eftir forkeppni á Reykjum með 1550 í 6 leikjum. Þannig að ég ímynda ykkur hvað hátt það spilað. Og þá er Matthías aðeins sá að hann reyndi að hjálpa boltanum. Við gerum það stundum í keilinni að við höldum að virki að setja hendurnar annarkvæmt til hliðar eða veifa einhverju og halda boltinn breytum einhverju stefnu og þetta bara ósjálfrátt. Við gerum þetta, allir keilarar. Við bendum í átt sem hann á að fara en hann fer ekkert endilega þangað. Þá er Gunnar fékk 9 áðan og hann er örugglega búinn að gera eitthvað. Já, hann stendur 5 eftir. Hann er eitthvað aðeins ennþá að finna svona hvað hann er að gera. En 5-keilan er náttúrulega léttasta keilan í húsinu. Þetta er á miðjunni. Matthías klippti þarna frá. Þetta er erfið leið að taka því að það 2 keilunar eru samhliða og svo einn til hliðar, þannig að það er oftar sem að klippur þessar aftari keiluna frá. En eins og ég segi með Gunnar, 5 keiluna eftir, þetta er auðveldasta keilan. Þetta er alveg á miðjunni. Einu sem það að gera, það er að færa þeim 1-2 lista. Til þess að hérna bolti fá að fljóta líka. Og þetta var vont. En ég hef alveg trúað því að hann breyti þessu og Emmanuel fær fellu. En þetta er ennþá allt í aft. Nú skiptir ekki máli leikmenn 1 og 1, nú er það heildin sem skiptir máli. Heildar stigafjöldi. Þannig að ef að Hafþór fær fellu núna þá kemur PLS í betra máli og þarna stendur 9 eftir alveg sko bara gjörsamlega óhreyfð. Með þessa keilu ef hann væri með uppáhaldsboltann sinn þá myndi hann færa sig svona þessu 8 lista til vinstri þannig að hérna hann geti látið að fljóta svolítið vel hægra megin en ég sé að hann er að baksa þarna við þumalputtan sem er örugglega við þumalgatið, það er örugglega limband sem er eitthvað að ergjan að því að nú setja menn teip í þumalgatið til þess að þrengja það aðeins svo að því að það er ekki gott að sé vítt því að þú mátt ekki halda á kúlunni, þú mátt ekki kreppa þumalinn og halda á kúlunni þannig því þá færðu aldrei gott skot kúlan þarf að vera þannig að þegar þú fellur í hana þá fellur þumallinn alveg að og ekkert laus í þannig að þú verður að kreppa hann og ekki fastur í þannig að þú festist þess er svo nauðsynlegt að eiga sína eina kúlu sem er borið fyrir viðkomandi til þess að passi alveg í hana. Því að húskúlur eru alltaf erfiðari. Þegar við sáum þarna þá færða sig vel til vinstri og kastaði út til hægri. Það er Einar Már heldur bara PLS gangandi, þetta er allt saman í járn. Það er bara ekki þetta að sjá neitt mun á þessu. Og Einar Már, þetta fer yfir, já, það er bara það. Við köllum þetta, þegar ég er á Skaganum þá segi ég að með þessi að fara í Borgarnesið. Því að hérna, þetta er sko, á ensku er þetta að fara í Brooklyn. Og ég kalli þetta bara í Borgarnes. Við sögðum lengi vel þegar Keilusálur var í Keflavík að þá var að fara í Njarðvík og á Skaganum segjum við í Borgarnes. Það er bíllingin fara í vinstramegin af þeim sem eru réttendir. Þið megið dæma það hvernig það lítur út ef ég segja vildi enginn fara í Borgarnes. Þetta var vel kastað hjá Gunnar. Þarna kom virkilega gott kast. Bara vel sleppt, vel gert. Ég vissi það alveg að hann fyndi lausn á þessu sko. Þetta er erfið, þetta er töluvert erfiðari Glenna heldur en Magnús Svekk áðan, þannig það var ekki vona þannig að enda líka reyndar ekkert við hann, það reyndar bara að ná 2 pinnum. Því að þessi 2 pinnar enda sem 4. Af því að það eru 2 köst í bónus á felluna. Og þá fær hann felluna plus 6 og líka hitt kastið og svo aftur. Og Matthías fær þessa sömu leið og hann fékk vinstra megin nema núna er hún bara hægra megin. Þá er það Hafþór og aðeins datt hann út úr skrefinu
Þannig að bolti fór aðeins lengra heldur en ætlaði honum, þess vegna fór hann bakvið á sig. En hún vel takkanlega þessi Leif sem ég hafði. Og nú bara Matthías að setja hann vel í. Já, þetta var vel gert. Vel gert. Og Hafþór þarf að setja hann í þarna, nákvæmlega þetta. Setta hann aðeins í Borgarnes og fékk feikju. Þetta var vel gert. Þá það Emanuel, hann er með fellu, Emanuel, og getur tengt þetta svo kallað. Þannig að hann getur fengið þarna tvöfald, annars BLS aðeins yfir. Nema að Emanuel fái fellu, þá jafnar hann upp. Og þetta lítur vel út. Þetta leit vel út. Þetta var vel gert. Eins og hann myndi örugglega segja þetta var hvít bró. Eða skýt gott bara. En Magnús næstur nú, Magnús fekk Glennu áðan hamborgarinu. Glennu þarna líka áðan og fekk hann semi-Glennu. Þarna fer boltinn of langt áður hann beygir. Þannig að hann næri ekki að beygja alveg inn í vasan, heldur fer á bakið, bara eins og gerist hjá Hafþór áðan. Einar Már með 4 fellur og nei. Þannig að hann ákvað að hætta í fellunum í bili. Tekur þarna eina feikju. Það já, þetta bara Magnús sem 65 í 4. ramma og hann ekki miklu að tækja hann maður. Einar Mári getur verið með 107 í 4. ramma. Matthías með 56 pluss bónusskot í 4. ramma. Já, Einar Már tók þetta, já. Það var vel gert. Þau segjum að hann hékk nógu lengi í boltinn. Það máttur hún ekki beygja mikið meira til að fara framhjá. Matthías fyrir Skagan fer í Borgarnes aðeins og skilur eftir 9. Og það eins og áðan, hann kastaði á 9 áðan þegar hann tók Leifina. Hann færi sig bara til vinstri og setur boltan bara út til hægri og þá beygir boltinn inn. Þetta er ekki flóknara en það. En Gunni búinn að vera í smá basli, frábær síðastakasti á honum og nú spurningin hvort það sé áframhaldið. Já, hann fór bara yfir. En hann fékk fellu og þeir segja að vilja taka þetta, tökum þetta, sagði hann. Sem menn fagna ekki rosalega mikið fellu í hérna vinstra megin. Æ, og Matthías klikkið. En menn eru yfirleitt ekki að fagna fellu í vinstra megin því þeir vilja ekki vera vinstra megin. Það var Hafþór og þetta var svolítið nei. Þessi var rosaleg og ekki á góðan veg sko. Þessi var hróðalega ljót. Ja, en það fær sama exið hérna upp eins og hann tæki fallega fellu. Heyrðu, Manuel, hann getur sett í 3. og það eiginlega nauðsynlegt. Hann voru aðeins á eftir Skaginn og hann var aðeins á þéttur. Þannig að það svona eina, við erum aðeins að missa hann inn og hérna. En það þarf að vinna 3 leiki í þessu, þannig að þetta er svo langt í frá. Langt í frá að vera búið, þú tapir með 100 pinnum, þá það bara tap. Ef þú tapir með 1 pinna, það sama tapið. Þannig að það skiptir engum máli hvern munurinn er. Þetta er innförð leið fyrir hann að taka. Þannig að sá að hann fór hægra inn í fremri kyrrinu. Þannig að fyrir á milli sem er náttúrulega besta leiðin til að sækja þetta. Besta leiðin. En þetta PLS aðeins yfir, örlítið yfir. Þannig að þetta er svona í játnum. Magnús, nú að duga að dreipast. Það eitthvað smá vandamál. Annarkvöld búið að þurrka upp brautina, aðeins svona beygja meira.
Nei, þeir verða eitthvað að breyta til. Skagamenn. Einar Már, lítið vel út. Nei, já. Nei, ljómandi vel út. Þetta var vel gert. Það er Magnús. Þetta er bara jafn einfalt og vera með 9 og vera með tvistinn. Þetta er allt eins. Nei, þristinn. Þristur og 9 standa saman. Eða móti hverjum. Heyrðu, þá er Gunnar. Hann er með 2 vellur. Hann er með 2 opna. Hann er búinn að bjarga öðrum opnum. Ef hann tekur aðra núna, hann er búinn að bjarga hinu sem fyrir opnaða. Og þá er við að bjarga þeim sem stigalega sér. Það tók ekki. Þetta var þröngt í honum. Hann þarf að gefa boltanum aðeins meiri séns. Boltinn þarf að fá að vinna vinnuna sína. Hörðu, Matthías hætti við og þetta er kostur. Það er ekki allir sem geta þetta. Þegar þú lagður af stað, þá ertu búin að búa þetta til ferli. Og ef það truflar þig eitthvað, að geta hætt, sett kúluna aftur í rekkan, byrjað upp á nýtt, það er kostur. Af því að þið getur alveg truflast. Þú getur hugsað rangt með þessi, þá truflastu. Þannig að það er gott að geta hætt þessu. Gunnar, hann verður að loka þessu. Það er ekkert sem heitir það. Og hann gerði það. Ég sýndist að með þessi að setja öfugan snúning á það til þess að tryggja það að hann loka þessu. Eða Matthías er ungur og alla framtíðina fyrir sér í þessari íþrótt. Og er bara hörku góður. Hafþór hinum meginn fyrir PLS. Og sjá hvað hann ætlar að gera. Hann er ennþá með sömu kúluna og ennþá kastar hann eins og svo fær hann 7. Það er svolítið svona, já, þetta er erfitt. Mér sýnst þetta að vera aðeins erfitt, nema ég var Einari Má. Hann er svona eini sem er bara ullar á þetta. Vel gert. Það er ekki langt frá því að Matthías tæki þetta. Þetta var vel gert, þetta var vel kastað. Það tók allavega glennuna en bara ekki allar. Við skulum sjá. Hafþór lokar þessu vonandi. Er hann? Já, alveg. Innvörgt. Heyrðu, þá er það Manuel. Sjá hvað hann gerir. Hann er með alltaf með einn opinn hann að ramma í öðru ramma. En annars er þetta solid, sko. Og hann er mjög ákveðinn. Sko, vel gert. Þetta var vel gert. Og tekur hann. Skátinn, hann nefndi ekki að fara alltaf liði hérna. Við kallum að skátan sem hleypur stundur svona eftir brautinni og hérna reynir að tæta keilurnar í sig. Þetta er ein keila svona stekkur til og frá. En PLS er aðeins með yfir 100. Örlítið. Þannig að Ói, já, segði ég held að það var að fara framhjá. En það var svona, hún bór yfir þumalinn og það var bara svo dráttavel. Heyrðu, jæja, Einar Már versus Magnús. Magnús stillir sér upp á undan, hann er vel vinstra megin. Mjög mikið vinstra megin, séðu. Og svo ætla hann að fleyta honum yfir til hægri. En þarna var bara ekki nóg. Hann setta bara ekki nóg út. Það þarf að vera óhræddur við það því að hann er góðinn svo ógeðslega mikið vinstra megin. Hann þarf að geta fleytt honum út. Einar Már og þetta, eftir 5 ramma er staðan IA 241, PLS 307. Þannig að, eins og ég segi, PLS er einhvern 60 pinnum yfir. 60 pinnar geta farið bara í einu ramma. Þeir geta farið bara mjög fljótt. Svo sjá, nú aftur þarf Magnús að setja, nú sett hann mikið meira út. Þannig að þetta var skilnað. Þetta sé erfið lína. Þetta sé of erfið lína sem hann er að gera. Þetta er rosalega erfið lína þegar hann farið ógeðslega langt til vinstri. Og vel gert Einar Már.
Það er að fara svo mjög langt yfir að sjá hvað Matthías er ekki svona mikið vinstri megin, en það er ekki að snýr Matthías mikið minna heldur en Magnús. Þetta var vel gert. Það var vel gert. Mjög vel gert. Það er alltaf þetta að bjarga leiknum, sko. Það er bara að byrja að fella og svo bara fara að setja það saman. Nú sýnist mér Manuel er búinn að skipta bolta. Hann er ekki ránað með skotin sín. Þannig að hann hérna, þá er Gunnar Þór, hann er byrjaður og hann er mjög vinstra megin líka. Þetta var gott kast, þetta var vel kastað út. Ok, fín nýja. Fín nýja. Þá er það Manuel. Nú sjá hvað hann þarf að gera. Hann er bara svona fínu stað og setur hann. Og já. Þetta var fínn rammi hjá Skagamönnum. Það er fellur og reyndar Glenna opinn hjá Magga. En þetta er sko, nú er bæði Matthías og Manuel hjá Skaganum með fellur, þannig að þeir geta fljótlega hlaðið inn pinnum. Þeir fella líka seinni skotin. Það er Gunnar, hann tekur þetta. Gunnar tekur þetta. Og skulum sjá, næstur er Hafþór. Aðeins færi sig til vinstri sýnist mér. Og að lagði hann vel frá sig, það var mjög vel gert. Þannig að þetta er þessi 60 pinnar, þeir eru áfram í líði. Hækkuðu kannski 10. En þeir geta fljótt farið með Matthías og Manuel því að þeir geta báðir fellt og nátt. Magnús fór vinstra megin og gott ef að Magnús var ekki bara búinn að skipta kúlu. Sýnist mér. Þannig að hann hérna virðist hafa náð einhverjum tökum á þessu vonandi. Því að þetta er mjög óvanlegt að sjá Magnús kasta svona 6 feikja, 9 feikja, fella 6, 2, 5, 4, 9 feikja, 8, 1. Þetta er mjög óvanlegt. Einar Már fyrir BLS og fær 9. 9 og fellur er mjög gott í keiluleik. Ef þú fær bara 9 og feikjur þá með 190 leik. Þannig að það þykir bara fínt nema hjá þessum stóru strákum sem að vilja helst ekki vera undir 200. Aldrei. Ég verði aldrei vilja vera undir 200. Einar Már, hann þarf að sækja sína. Magnús fékk fellu á mótinu hjá Skaganum. Matthías er tilbúinn og Einar Már, hvað gerir hann? Og hann, já, beint framan á hana. Beint framan á hana. Það var engin vafi á þessu. Matthías fékk fella á það og nú væri rosalega gott fyrir Skagan ef að Matthías myndi fá aðra fella. Það held ég myndi hleypa svolítið púst í þá. Þetta búið að vera svolítið basl og ef það kæmi nú ein góður núna og myndi keyra á það áfram. Hún er ekki langt frá því maður. Þetta var fínn bolti. Vel gert. Þeir eru allavega þá hungrar í fellunar. Gunnar. Hann er með feiki og undan. 103 og 113 í 7. og núna þetta var vel gert. Þannig er hann vel vinstra megin, kastar hann vel upp til hægri og lofa boltanum bara að vinna. Nú bara að éta sig áfram. Og Matthías, já. Matthías lokar í. Manuel þarf, hann eiginlega verður að fá fellu. Ekki verður, nei, það er ekki búinn leikurinn, en það er farið að styttast í þetta. Og ef Hafþór fengi nú fellu hérna, þá, já, sem hann gerði, þá
Manuel verður bara að fella. Það bara, þetta er orðið lítið orðið eftir. Það eru konur 8 rammar. Þannig það er ekki nema 2 rammar eftir. Og hérna eftir 6 ramma var 288 og 366, þannig það var komið í 80 pinna. Þannig að hérna, hvað gerir hann? Það lítur vel út. Þeir áttu inni eina svona ljóta. Þeir áttu inni eina ljóta, sko. Það hérna, já, þeir áttu hann inni. Hann er svona, þeir eru ennþá með í leiknum. Það eru vont ef hann hefði ekki fengið fellu. Magnús var með fellu og við köllum, við eiginlega brosum við þessi, við köllum þetta Stone Age þegar hérna frábær bolti, frábær kast, allt frábær. Þeir segja sko, þeir sem best vita, þetta er of gott kast þegar 8 stendur eftir í svona góðu kasti. Og það var of gott. Þannig að menn geta eiginlega ekki verið svekktir yfir þessu kasti því að þeir gerðu allt rétt. Eins og Magnús, þeir gerðu allt rétt í þessu. Og núna sækir einhver kallaðinn og húka, ég held að þið haldið að það myndi ekki beygja neitt. En þessi var alltaf að beygja. Og Einar Már missir, ég held að boltinn ætlaði að fara bara beint áfram. Og ég ætlaði ekki að gera honum það að fara að missa þetta, en nú þyrfti Gunni að fella fyrir sjálfa sig til þess að losa þessu. Og hvað gerir Matthías? Vel gert Matthías. En það voru PLS aðeins yfir því að Matthías fekk feikju í milli, þannig að PLS er ennþá einhverjum 80 pinnum yfir. Og hérna ef að Gunnar fellir núna þá fara þeir í 100 pinna og ef þeir báðir fellar svo Hafþór og Manuel þá er það áfram. Nei, þetta var slæmt sko. Hann vissi það. Hann vissi að raka eitthvað í eða sjálfa sig eða eitthvað. Hann sló að þetta var eitthvað voðalega skrítið. Þannig að lami kúlun í sjálfa sig bara. Hörðu, Manuel, hann þarf fellu til að halda þig minni í leiknum. Nei, þetta var ekki fella. Þessi fór bara á bakvið. En Gunni fer væntanlega dálítið vel til vinstri, gefur boltanum vel inn þannig að hann fari vel hægra megin og beigi inn, en samt ekki á mikið, því þá skilur hann þessu öftustu í miðjunni frá sem er hann alveg aftast. Þetta lítur vel út. Þetta lítur ljómandi vel út. Já, hann tók þetta. Þetta var, og hann með fellu undan, þá skipti engu máli hvort það var 6, 7, 8 eða 9 úr því að hann fikk ekki fellu, það breytti engu. Það var alltaf sömu pinnafjöldi sem hann fekk í bónus. Af því að hann fær 2 köst í bónus. Manuel tekur sitt. Já. Þetta er, Gunnar er með 184, Einar með 184 í 8. rammanum. Magnús með 121. Það munar 60 pinnum. Það kemur Hafþór. Ef hann tekur fellu núna þá er hann pyrrað sig góða málum. Nei. Það fikk 9. Matthías með 123 í 8. rammanum. Gunnar með 143. Manuel með 160 og Hafþór getur verið með 165 í 8. rammanum. Og ég sé það eftir 7 rammar þetta kom í 100 pinna sem ég hélt á hann. Og ef að Hafþór lokar þessu, sem hann gerir, og þá er þetta áframhaldandi þessi munur. Þannig að það er allir yfir á. Þetta var Einar Már að fá eina sínum fellum. Hann fær allskins fellur. En oftast er það nú mjög góðar, sko. Þá var þessi ein og ein svona sem er ekki alveg í lagi, sko. Magnús þetta vel inn á. Þetta var gott kast. Ég var ánægður með þetta. Þetta var kannski svona afslöpunarkast. Hann álítur að þessi er búinn að tapa þessu. Ok, hugsum bara næsta leik, förum bara inn á, þetta er bara 1-0.
og það bara kastaði hann fínum bolta. Einar Már kast númer 2 í 10. rammanum og fekk aftur fellu. Átti alls ekki að fá þessa fellu en fekk hana samt. Þannig að það eru ennþá 100 pinnar í mismun. Fórum aðeins svo langt. Magnús kastar boltanum vel inn á, sko, hann hérna, ég held að beigi svo mikið hjá hann og hann er að reyna að drepa þetta aðeins niður með því að láta hann ekki byrja að snemma að beigja. Og Einar Már tekur síðasta kastið í þessum leik og fær fellu. Einar Már spilaði 234, virkilega vel gert. Virkilega vel gert. Og Magnús lokar með 161. Þannig að þetta er ógerningur að ná fyrir Skagamenn í þessum leik allavega. Þannig ég segi að það sé komið 1-0 fyrir PLS. Það er sama þó að Matthías, en móralslegar gott fyrir Matthías að fella út. Sjá hvað Gunnar gerir. Þetta leit vel út. Mjög góð fella. Gunnar getur spilað 193. Og Matthías getur farið í 183 ef hann fellir út. Þó hann sé bara með 123 í 8. rammann. En hann þarf... Nei, hann náði því ekki inn. Þannig að eins og ég segði þá, hann skiptir engu máli hvort þetta tapast með 100 pinnum eða 1 pinna. Það er bara 1-0. Og vel gert Gunnar, það var flott, vel gert. Nú er gaman bara Matthías tækja þetta. Hann tók áðan 2 af þessu, nú getur hann tekið 3. Nei, hann tók bara 1. Og Matthías endaði 149 og Gunnar endar í 180 og þetta er emur líklega. Nú tekur hann líklega öfugan snúning. Hann er rétthentur og kastar rétthentan snúning. En nú fer hann líklega í öfugan snúning. Það sem er 10 sem er eftir. Þannig að hann getur snúið. Og sjá núna að hann mun snúinni frá, já, hann snýr henni í hina áttina. Og þar sem þetta var svona óbóðslega laust í að þá var það kannski frekar að dreifa athyglinni frá þessu rétt að hann náði og fór bara að væla. Manuel frábært kast. Fella. Hann getur endað í 210. Og Hafþór með gott kast. Og Hafþór getur endað í 215. Þannig að hérna PLS er að spila fína leik en Skaginn er aðeins langt frá sinni besta. Manuel kast nummer 2. Hann kom með 190 og hann kom með 199 og Hafþór tók fellu. Við segjum alltaf að það spilar engin 199 leik, þannig að það er eins gott þú takir þessa eina pinna hann í horninu til þess að geta staðið þetta 2 eitthvað. Þó sé bara 200. Já. Hún gerði það bestaður. Þetta endaði bara 1-0 fyrir PLS og Hafþór ætlar að taka sína 3. Þessi er 3. skot. Og nú er spurningin sko. Já. 210, 215, Einar Már 214, Gunni 183, Hafþór 215. Endaði þannig að Skaginn var með 510 og PLS 632. Þannig að vinna þetta með 125 pinnum en þeir fá samt bara 1 stig. Af því að nú erum við í bikarkeppninni.
Ef þetta hefur verið deildakeppnin þá varum við komið með 4 stig. Það er önnurlega. Þannig að nú bara fer á stað leikur nr. 2. Og eins og ég áður sagði að nú þarf Skaginn að vinna 3 næstu ef þeir ætla að vinna þetta. Eða að fara í 2-2 og þá fer í bráðabanna. Þannig að Einar byrjar og hann byrjar bara eins og áðan, byrjar á fellu. Já, þetta lítur bara ljómandi vel út. Og Magnús fékk 8 og Einar fékk fellu, Magnús 8. Nú er Skaginn ekkert að elta neitt lengur. Það er bara nýr leikur, þannig að Skaginn þarf bara að vinna þennan leik eða næsta leik til þess að knýja þetta í 4 leiki. Já. Og Magnús sækir sitt. Vel gert, vel gert. Það er líka möguleikinn að klippa þetta frá. Fremri kilan, ef þú ert mjög tæpur á henni, þá fyrir hún bara í rennuna og tekur hún ekki 10 með sér. En Gunni er eitthvað í smá basli með þetta. Matthías, hann far aftur þetta sama kast og sömu leif á sama stað. Þannig að hann þarf eitthvað aðeins að breyta einhverju hjá sig. Ég hef trú á því, ja. Gunnar, ætlar hann að sækja þetta? Nei, hann ákveði að gera það ekki. Hann ákveði ekki að hafa neina flugeldasýningu. Ok. Þá er það Hafþór. Grafíkin eitthvað aðeins vitlaus hjá okkur. Hafþór er komin Skagamegin og Emanuel komin Pétursmegin. Eitthvað smá vitleysi. Þetta verður lagað strax. Þetta verður lagað strax. Þá er Hafþór, hann tekur, og þröngur á því maður. Þannig Hafþór fékk fellu. Og Manuel, hann ætlar að kasta. Ég vona pródúsentinn heyri í mér, hann getur lagað grafíkina fyrir mig. Og Manuel, nýjan stóð pinnrétt og hreyfði sig ekki. Þarna var Manuel komin í Skagaliðið. Og Hafþór fær vonandi að fara í sitt lið. Nú skal við sjá, hann er búið sig undir að taka það. Hann er mjög solid á þessu, sko. Hann er mjög öruggur á þessu. Ok, það er allt í járnum. Það er einn opinn á báða bóga. Það er einn opinn. Það er fella á Einarmá, það er fella á Hafþór og opinn á Gunna. Það er feikja á Magnúsi, feikja á Emanuel og opinn á Matthíasi. Og Magnús, þetta var gott kast. Gott kast. Mjög gott kast. Og Einarmár getur bara aukið aðeins í, hann getur fellt og bara 10 þarna aukalega. Það var konið 10 yfir. Það er gott að vera konið 10 yfir strax í öðru ramma. Gerða það? Nei, það gerir það ekki. Ok, allt orðið klárt á skjánum. Vel gert, tæknimenn. Matthías, aðeins þéttur. Þetta er búið að vera svolítið svona aðeins laus eða aðeins þéttur. Þetta er svona, en Einarmár er með 7 og fyrir Einarmár er 7 ekki vinur.
Þannig eru þið vinir, maður. Ha, þetta var eins öruggt og hægt var, maður. Þeir eru ekki bestu vinir 7 og 1 mál. Og Matthías klippir frá. Hann tekur þarna 2 beint á. Ja, þetta er erfitt. Herðu, Manuel, ég held að hann ætla að taka eina kúlun en hann er ekki alveg búinn að finna rytma sinn með einhverju kúlu. Gunnar með fallkast, vel gert. Gunnar ætlar ekki að vera eftirbátur öðru strákanum, sko. Herðu, Manuel skiptur kúlu og við skulum sjá hvað það gerir fyrir hann. Hann hefur ekki verið sáttur við skotið sín undanferðið með þá kúlu sem hann var með og þá var hann með aðra kúlu núna og hann beygði of mikið. Eða hann kastaði mikið, ég sé það hann dæsir aðeins þannig að hann er ekki alveg sáttur við sína frammistöðu með kostin sín. En þetta er erfiður völlur. Ég þekki það í einn raun, ég hef spilað hérna. Fer ekki auðvelt. Og hafþapæði fell. Þannig að þeir eru að auka bilið í 30 pinna. Og hann er góður á þessum leiðum, strákur. Og ég er góður keilari, sko. Það er bara ekkert auðvelt að spila leik hérna eftir kannski, við erum búin að kasta 10 köst hérna eða 20 köst hérna í salnum. Þannig að tekur hann frá, ég hef hann eigið besta þriðarleikinn, þá er hann komin fyrir upp hann. Ég held það. Og Magnús, gott kast, vel gert. Úss. Úss. Þetta er erfið leið, sko. Einar Már, hinum megin fyrir PLS. Og hann fór yfir eða beint framan á nebban eða eitthvað þannig. Beint framan á fremstu kjölu og ekki gott kast. Einar Már reyndar auðveldari glennu eftir. Báði með glennur en töluvert auðveldari á Einar Már. En nú held ég að Magnús snúi í hináttina. Snúi til vinstri. Snúi boltan frá vinstri til hægri. Nei. Ég veit ekki. Hvað veit ég um það? Ég veit ekki neitt. Ég held alltaf hitt og þetta veit ekki neitt. En best er að fara á milli Einar minn til að ná í þetta ef þú veist það ekki. Nei. Ég segi það er að fara á milli. Ja, þar kom að því að Einar Már opnaði ramma en það var þá glenna þannig að hann getur huggað sig við það. Matthías, já, þetta er vel gert. Þetta var vel gert, vel gert. Mjög vel gert. Þannig að nú Matthías búinn að loka þessum opnu römmum sínum, það er fett þannig að hann getur tengt inn. Þá var það Gunnar fyrir PLS. Og þetta var vel gert. Það var bara ljómandi vel gert. Og hann fær tengingu svo kallað, það var 2 fellur í röð og þá er það Manuel. Hann er með 2 feikjur og nei, hann skipti ekki kúlu. Ég held að hann ætlaði að fara að skipta kúlu. Hann gerði það ekki. Nú er ég hissa. Ég held að hann væri að fara að skipta kúlu og var mjög ánægð með það hans vegna. Nei, það var Hafþór fyrir PLS. Hafþór er með fellur, 2 og súf. Og það er eina stóra, sko. Við köllum þetta að fá stóra glennur, sko. En, sko, ég held að það sé besta leiðin til þess að sækja þetta er venjulega að taka 2 en hann þarf að taka 3 því þetta er dýrt, þetta eru heila 6 pinnar en því að taka 3 hárrétt hjá honum, hárrétt ákveðin 6 pinnar í stæð fyrir 4 því þið munið það eru 2 köst í hérna bónus fyrir felluna þess að verður þetta 6 pinnar þannig að það er, já þá er það Magnús fyrir Skagan.
það er gullinu hent og gullið fór bara beint framan á. Einar Már fyrir PLS, flottur. Einar Már með fellu, Gunnar er með 2 fellur undan og getur aukið bilið á milli þeirra. Þannig að það er komið smá forysta núna fyrir PLS og svolítið á brattan að sækja fyrir Skagan en þetta er bara búinir 3 rammar, það er ekki flókið sko. Og Gunnar, ég veit eiginlega ekki hvað ég skal segja þennan bolta sko. Hann fór eiginlega framan á, samt ekki framan á, svolítið vinstra megin. Já. Og Magnús tekur 3. Þá er það Hafþór fyrir PLS. Hann er með opin og undan en 2 fellur þar á undan, hann skiptir engum máli hvað hann færir, Ingeborg frá þessu kasti og hann fyrir aftur, hann fyrir á bakvið. Þá er það Matthías, ef Matthías fellur núna þá bara farið svolítið inn í leikinn, hann gerði það. Hann fékk bara vinstra megin fellu og þeir eru glaðir með það strákarnir. Hafþór þarf bara að taka hitta fremri kýrluna. Nei, þarna með. Ok. Það eru 5 og 3 og 5 og 3. Núna er aðeins við sækja sko. Nei, það er bara eiginlega jafn þessi rammi. Þessi rammi er bara núllast út sko. Það er að segja Manuel fær fellu og það núllast hann bara út. Nei. En hann getur verið með feiki og þá núllast það samt út. Því að Gunnar er með tengingu, Matthías er með tengingu, Magnús með opið, Hafþór með opið og ef að Manuel fær feiki þá er hann með feiki á móti því að Einar er með fellu. Þannig að bakkar einhver í húsinu. En það er aðeins að brattan að segja fyrir Skagamenn, örlítið. Þeir eru aðeins og eftir. Og Manuel segir sitt. Það sækjar alla leifar. Og ég hef alltaf sagt öllum mínum árum sem ég hef verið í þessu. Það skiptir svo miklu máli að feikja. Það skiptir öllu máli. Já, þetta var gott. Ég var ánægður með það. Ég var ánægður með það. Svo bara gerist ekki neitt. Það er eitthvað erfið fjarkinn. Það er mjög erfið að leyfa sem menn eru að fá af bara þessari einu braut. Einar Már, þú ert með fellu undan. Þú getur ennþá aukið í fórustunum. Nei, allt er leið. 9, fín 9. Eftir stendur 6 og Magnús. Ég ætla alltaf að taka þetta. Já, Einar Már, þú þarft að ná þessari einu til þess að viðhalda fórustunni. Þetta lítur ljómandi vel út. Og, já. Þetta var tekið allar leið. Jæja, Matthías. Skagans Einar Már. Nei, ég segi svo. Við skulum sjá hvað hann gerir. Ná. Það var eitthvað sem truflaði fyrir. Hann truflaði aðeins þannig að hann hætti bara við og gengur tilbaka, setur kúluna í rekkan, byrjar allt ferlið upp á nýtt, sem er alveg nauðsynlegt í þessu. Þegar maður er truflaður, þá borgar sig að byrja upp á nýtt. Það er Gunnar.
Lengi upp á braut. Og já, lítur vel út. Lítur ljómandi vel út, já. Fín nýja. Og þá er það Matthías. Og svo, þetta var vel sleppt. Þetta var vel gert. Góða bolti. En nú munum við sjá Gunnar snúa í öfugt miðað við fyrri boltan. Ég bið ykkur, þeir sem að horfi á þetta og langar í keilu, ekki snúa í öfugt. Þetta er ekki auðvelt að gera þetta. Það þarf sterka núlli í þetta og það þarf líka kunnáttu. Og svo spennandi. Þess að við sjáum sko, ef þið hafið tekið eftir í, hann ýtti hendinni bara til vinstri þegar hann sneri. Þannig að hendin fór til vinstri og kúlan fer til hægri. Þetta er flókið. Og Matthías aftur á móti kastar þessu bara eðlilega og tekur þetta líka. Eftir 3 ramma er 30 pinna munur fyrir PLS. Þannig það er nú ekki meira eftir 3 ramma. Og Hafþór fyrir PLS, vel gert. Já, aftur fær hann 5. Þannig að, og allt er þetta gríðarlega erfiðar leifa sem hann er að fá. En þetta helst allt saman í hendur. 2 loka, 1 opinn, 2 loka, 1 opinn í báðum lið. Þannig að forystan helst svo sama, það er hvorki auki í hennan við neitt. Jæja, það eru eftir 5 ramma eru ennþá 30 pinna munur gerir ég ráð fyrir. Það er ennþá 30 pinna munur. Já, þetta er 30 pinnar, þetta er í kringu þetta. Þannig að það er 30 pinnar fara á 2 römmum. 1 ramma ef það bara fellur og fellir. Það er vel gert til Magnúsi. Hann er búinn að skipta kúlu. Hann hættur að kasta gullinu sínu og fór bara í purple. Það er Einar Már. Svo sjá hvað hann gerir. Þetta lítur vel út. Þetta lítur mjög vel út. Einar Már með fellu, Magnús með fellu. Nú förum við vonandi að fara að sjá fellur á það. Ekki að hafa þetta eins og þetta sé svona erfitt. Matthías. Og hann fær fellu. Já. Nú vorum við að sjá allt annan leik, sko. Gunnar. Það er hérna Gunnar og Karst núna. Ég segja sko, við höfum alltaf, það er leikur í gangi alltaf hjá öllum keilurum. Að ef allir í liðinu fá fellur þá er það að þá hengja þeir bekkinn. Eða semst varamennina, eða þann sem fylgir þeir. Og ef það bara 2, þá hengir náttúrulega hinn. Þannig að vill enginn vera eftirbátar í þegar liðið fer að fella svona. Manuel aftur út, þannig fer hann á baki eins og Hafþór á hann. Það var bara mjög svipað kast. En þetta er hægt að taka þetta er ekkert flókið, það er að setja hann aðeins vinstra megin. En Gunni þarf fyrst að loka sínu og hann fer væntanlega aftur í snúninginn frá vinstri til hægri. Já, hann gerði það. Og tók það örugglega. Hann er mjög góður í þessum öfuga snúning. Enda líka þurfti hann kannski að það var erfiðara að taka tíuna með svona miklu snúningar sem Gunni gerir. Þannig að það er auðveldara að taka þetta svona fyrir þá og þeir eru þekkja. Já, eftir sko, hann er að taka það.
Eftir 5 ramma er 35 pinna munur PLS í við. Þannig að þetta lítur vel út ennþá fyrir PLS en ekki eins vel fyrir Skagann. En þetta allt í lagi ennþá. Og Hafþór með Fellu. Þannig að svo að skátinn kom hana inn og grýttinni niður 10-unni. En hann var líka með 3 ramma undan 5-3, 5-3, 5-3. Þau eru kannski væntanlega símanum hjá honum. Svo kemur 0-0 núna. Einar Már hendir út og tekur Fellu. Og þið heyrið það sagði bara voðalega lítið hei. Svona hei. Það þýðir það að hann fór vitlausum megin í vasann og þeir eru ekkert að fagna mikið þessu. Svo hei, eða stað fyrir hei. Það munur hans í. Hérna Magnús var með Fellu undan og nú þarf hann eina Fellu upp. Og þetta lítur vel út. Þetta gott. Hann sparkaði hérna. Það ekki nógu fast að tvisturinn varð eftir. Gunnar með feikju á undan og getur tekið náð Fellu núna. Það myndi henta PLS mjög vel. Nei, þetta var ekki gott. Þetta var ekki gott kast. Magnús sækir sína. Gunnar þarf að segja hann aðeins erfiðari leyfi hjá Gunnari. Það sem er einn pinni fyrir aftan. Þannig að 9 stendur líka. Þetta er þristur 6, 9, 10. Og þetta þarf að vera töluvert nákvæmt til þess að taka ekki bara þessar 2 eða skilja 9 eftir. Þannig að við skulum sjá hvað Gunnar gerir. Ég held hann fari í öfugan snúning. Já, hann gerði það. Og hann datt eiginlega næstu því. Og hann fór fram fyrir, þannig að hann fékk F. Hann steig örugglega í eitthvað, steig fast niður eða eitthvað. Þetta var mjög skrítið kast hjá hann. Þannig að Gunnar er með opinn ramma. Og Hafþór, hann fær 9. Og þá er það Manuel inni með Mattias. Új, Mattias, það er 6 og 2. Hafþór með eina stakaðan í endanum og tekur hana örugglega. Þegar hann lokar því. Og það er ennþá sama nema, Einar náði þarna í auka stig þannig að PLS bætti aðeins við forystuna. Það er bara svo lítið að hann er ekki að telja þetta. Þegar það er undir 100, það er bara svo lítið og mikið eftir að kasta, sko. Þannig að þetta var gott kast. Þetta var fyrsta Fellunas í þessum leik. Það er óvenjulegt að sjá. En svona getur þetta verið. Hörruði, Einar Már, þannig búinir 8-7 rammar og PLS er kannski svona 40 pinnum yfir. Cirka bát. Já, ég myndi halda það, 40. Magnús var með Fellu. Já, hann fékk Fellu núna. Þannig að síðustu 3 kostin er þessi Fella feikja Fella, það er mjög gott. Einar Már með 2 Fellur. Og hann þarf að sjá
Þannig að sjá hvað hann að gera. Þetta lítur vel út hjá hann. Ói, þetta leit vel út maður. Það var virkilega gott kast. Herðu, Matthías fyrir Skagan. Já, þetta gott. Nei, þetta var ekki gott. Þetta var bara alls ekki gott. Það var svo laust hjá hann, það verið aðeins fastari. Þá hefði þetta gengið upp. Einar og Sjöna. Ég var að segja hann og Sjö var einhver vinnur. Já, vissi það. Þau eru einhver vinnir. En nálægt var það. Þetta þýðir að Magnús á 10 pinna af forystunni. Já, þetta eru 50 pinnar sem eru eftir 6 ramma. En Magnús náði niður hérna 10 pinnum. Matthías aftur 6 og 2. Og þá er það Gunnar og Gunnar hræði fellu. Gunnar hræði fellu þannig að hann er búinn að ná aftur tilbaka þessum 10 pinnum sem að Magnús tók á þeim af því að Matthías opnaði. Þannig að það er spurningin, Manuel getur, já, hann bætti við 10 pinnum þarna því að með fellu á undan það er nú græddu þeir 10 pinna. Það er 50 pinnar fóru kannski niður í 40 pinna. Þetta er mjög knappt. Og Hafþór. Þarna sáum við það stóð þarna 7 og 9. En svo datt hún 9. Það hefði verið voðalega skrítin leið út úr svo kasti. En Hafþór þarf að loka þessu því að bilið það minnkaði aðeins. Það minnkaði alveg 10 pinna og Hafþór loka þessu þannig að bilið minnkaði 10 pinna. Þannig að þetta er 40 pinnar sem er ekki neitt í 3 römmum. Það er bara ekki neitt. Einar Már fyrir PLS og þetta var framan á. Þetta var framan á. Og ég sé framan og þá er það bara framan á fremstu keiluna. Það er ekki var. Magnús var með fellu. Þetta lítur ekki vel. Jó, geggjað. Setti felluna saman. Þannig það eru 20 pinnar. Þetta er fljótt að fara þegar svona lítið og Einar Már opnar. Ok. Þetta eru 20 pinnar sem að átust þarna af þessu. Voru 50 þannig komum við kannski niður 30. Þá er það Gunni versus Matti. Matthías er núna. Og já, þetta leit bara vel út. Það leit bara vel út. Já. Heyrðu, þá er það Gunnar. Gunnar verður eiginlega að fella þessu til þess að halda þessum pinnafjölda. Það væri, sko, svo getur aftur út Manuel fellt líka og þá er þið bara eiginlega næstu að jafna þetta. Í einu ramma, það er bara þannig. Þetta er ekki meiri mjög það. Þegar hann lokar þessu og Manuel fellir þá er þetta bara jafnt. Þetta er orðið spennandi. Það er allavega meiri spenni þessu heldur en í leiknum á undan. Nú er allt jafnt á öllum tölum, sko. Og ég segi jafnt ef að munur ekki nema 10 pinnum. Þetta er allt saman í járnum. Það er allt orðið jafnt. Hörðu, Gunnar á eina eftir sem er tvisturinn. Eftir 7 ramma eru 40 pinnamunur og núna í 8. er þeirra
eru þeir að taka sko töluvert meira af pinnum til sín heldur en PLS. þar sem að Magnús tengdi og Manuel tengdi, það því það þeirra tvöfalda pinnana á meðan PLS bara einfalda þá. En þá er Hafþór. Þannig ég segi að nú sé munurinn komið niður fyrir 20 stígin. Þannig að sem sjá hvað Hafþór gerir. Hafþór þarf eiginlega að fella sko. Ef hann ætlar að... Nei. Új. Heyrðu, þetta var 9. Og nú tel ég að allt sé í Iron Maiden sko. Gítarsóló og allt saman, trommuleikurinn og allt saman. Það er allt í járnum. Hafþór sækir þessa einu. Það er allt í járnum. Og uss. Og Einar Már fyrir PLS og hann fór inn. Þeir eru ekki búin að gefast upp, sko. Herðu, Magnús upp í Magnús er hérna, það væri gott fyrir Magnús að myndur hún setja hérna ferli. Oj. Herðu, þá er Einar Már. Skulum sjá. Einar Már með fellu, Magnús fekk ekki nema 7. Þannig að þetta er rosalega spennandi núna. Einar Már fellir aftur. Þarna heyrði, hei var betur sagt núna heldur en áðan. Og hérna, að því áðan þegar hann fór yfir, það bara, hei, núna var þetta betur sagt. Á, vel gert Magnús. Magnús fer í 168 cirka bát, Einar í 183. Þannig að þetta var mjög sterkt hjá Einari Má í 10. mann að fá þarna 2 allavega. Það eru 10 pinnar tilbaka sko. Og 3. Já. Þannig að hann tekur allavega 10 pinnar tilbaka því Magnús getur bara fengið 20 pinna. Einar fekk 30. Og Magnús, já, fekk fellu. Þannig ég get ekki séð hver munur, það er bara engin munur. 168, 183. Það er ekki 15 pinnar. Sextán pinnar, 15 pinnar. Og sterk fella hjá Gunnar. 16 pinnar til PLS á eftir fyrstu 2. PLS á 16 pinnar eftir fyrstu 2 og Matthías fekk ekki fellu. Það þýðir einfaldlega að þetta er erfiðara. En það er ekki útsýðum það því að Manuel er með fellu. Og skulum sjá. Matthías verður að loka sko. Gunni getur endað í 197. 167, einna felli viðbót. Nei, þá getur hann endað í 187. Matthías lokar þessu. Væntanlega PLS 16 pinna eftir fyrstu 2 mennina. Og 159 getur hérna Matthías farið í. Gerði það. Þannig að hann er komið í 149.
sjá, Gunnar fer í 187. Það ætti að vera 28 pinnar þar. Því að Matthías fái fellu. 28 pinnar, þannig að þetta eru 44 pinnar fyrir síðasta. Sem Pierre sá. Staðan er þannig. Hafþór er með 125 í 8. Manuel með 116 í 7. Þannig að nú ríður á. Wow, þessi fór á bakvið maður. Manuel getur eiginlega, já, hann getur unnið leikinn. Getur fengið 50 pinna. Já, 30-90 pinna. Það getur fengið 30-60 pinna, já. Ef hann fellur út, þá reiknast mér til að þeir vinni það. Og heyrði, ég sá ekki pinnana, en þarna stóð tíanendin, þarna hefði ég nú viljað sjá. Ég sá bara að það hættu allir að anda í augnablikinu og það var grafarþugni að bara heyrði eftir boltan. En það voru bara 9 og Hafþór þarf að ná þessu. Og hann gerði það. Hann fyrir 160 og hinn fyrir 180-20 pinnar. Það dugar ekki til, þannig að Pétles vinnur leik 2. Já, 185 getur hann farið í á móti 161 sem eru 24 pinnar og mér, ef að minn útreikningur er ekki vitlaus þá vinnur Pétles með 20 pinnum. 20 pinnum, 19 pinnum. Pétles vinnur með 19 pinnum ef að Manuel fær 10. Þannig að ef ég hef reiknað þetta rétt út. Og við skulum sjá hvað hann gerir. Já, það er fellu á. Þetta eru 19 pinnar. Þá mér hefur reiknast rétt til. Og við skulum sjá hvað hugareikningurinn minn er góður. Þetta endaði á 19 pinnum. 18 pinnum. Þannig að ég þetta var 19 en það er 18. Ég kaupi það alveg. Þannig að staðan er 2-0. Nú er staðan þannig að Skaginn verður að vinna restina. Skaginn er 2-0 undir og 2-0 undir þýðir það að Pétles vantar 1 sigur. Skaginn þarf 2 sigra til að ná í bráðabók. Einar Mári byrjar og fær 8. Þannig að, eins og ég segi, við getum Magnús var fellu. Og þetta held ég öfugt við áðan þegar Einar byrjaði á fellu og Magnús fekk eitthvað annað. Ok. Einar Már er búinn að missa þetta. Hann lokar þessum. Þannig að það er jafnt. Matthías. Nei. Hún vildi ekki detta. Hún vildi bara ekki detta. Þannig að hann fær 9 og allt í góðu með það. Þá er það Gunnar fyrir Pétles. Og við skulum sjá hvað hann gerir. Og skulum sjá Gunnar er náttúrulega hundóanum með eigin spilamennsku. Hann fer að fellu. Venjulega erum við að sjá Gunnar spila langt yfir þetta.
Þannig að það er ekki, þetta er erfitt. Matthías missir boltan hægra megin framhjá. Því að það verður að reyna að halda þessu á brautinni og láta þetta ekki snúast á mjög. Hafþór, svona skiptur kúlu síns mér. Þessi var, já, svona. Vá. Það er Manuel og hann náttúrulega atvinnumaður í greininni. Ég held að hann sé atvinnumaður. Nú við skulum sjá. Hafþór að taka þess að einu. Já. Hörðu, þetta eru 3-2 fyrir PLS. Og skulum sjá hvort að hvað Einar að gera núna. Einar undirbúið sig fyrir annan ramma. Og Magnús munið það Magnús sem fellu undan, beina með feik. Þannig að Einar kastar, fær svona beint framan og fær eftir nákvæmlega sömu leið og áðan. Þannig að kannski þetta aðeins farið að þorna fyrir hann, en hann nú bara einn vinstra megin, þetta ætti nú ekki að vera flókið. En það er alveg 5 hinum megin. Magnús fór í vasan og fýtt bolti en Nían stóð og ákveða að hreyfa sig ekki neitt, sko. Einar Már tók hann á hann, líka búinn að teipa þetta og tók þetta. Hann er búinn að taka þetta alla vegu. Hann er búinn að klippa eina frá. Hann er búinn að taka báðar. Hann er búinn að taka báðar þarna við utanverðu. Já. Það er Magnús. Fyrir Magnús er þetta ekkert erfitt. Hann bara kastar til hægri og lætur boltan bara vinna sína. Hörru, þá er það Matthías og Gunnar er tilbúinn í kastið. Gunnar er með fellu undan sem getur tekið strax fórustu, annars er þetta allt í aft. Hann getur tekið fórustu bara með þessu eina kasti, 10 pinna. Og sjá hvað hann þarf að gera. Já, þarna gerir Gunnar. Gunnar sett í aðra fellu og PLS er komið fórustu. 10 pinnar. En það er nú samt ekki meira en það, sko. Matthías. Já. Það kom hann einhver keila hann einhvers lág hann niðri og ítti bara við þetta var gott. Þetta er líka til í þessu. Hafþór næstur. Og eitthvað aðeins þarna var það. Það var vel gert. PLS leiðir sem sagt 10 pinnum og 10 pinnar er ekki neitt. Þetta er ein fella og Manuel, ef hann þarf að loka náttúrulega til þess að halda þessum 10 pinna á fórskoti. Og ef hann fær fellu þá erum við með 10 pinna muni, ef hann fær feiki þá er það 20 pinnar. Já, það er 20 pinnar. Af því að Gunnar var með fellu og allir búin að loka. Þannig það er 20 pinna munur sem PLS á. Þetta er hörku viðrignir og eins og ég sagði í byrjun, það skiptir ekki máli að vinna með 1 pinna og 100 pinnum. Það er bara sigur. Og þá er það seinna skoti á Manuel og ég hef engar áhyggjur af því. Hann hefur ekki misst leif. Ekki leif. Sem er svona einföld, sem er stakki pinnar eða eitthvað. Það eina sem hann missir er glennur kannski. En að öðru leyti hefur hann ekki misst leif. Magnús var með feikju, hendir vel út og það var aðeins svo snaft inn. Það er aðeins farið að þorna þetta. Ég held það. Nema hjá þessum vinstramanni. Þessi vinstri sinnaði þannig. Hann er bara einn í heiminum. Hann er einn með sína braut. Það er engin annar að kasta vinstra megin nema hann, þannig að hann á að geta haft þetta alveg eins og hann vill hafa þetta. Endar ekki að felda.
og Magnús með Glennu og ef að Magnús lokar því ekki þá munurinn komin í 30 pinna strax. Hann að fara að loka þessu. Nei, það 30 pinna munur. Það ekki gott sko. Það ekki gott að vera strax svona í brekku. Þetta var að setja í drif á öllum og spæna þess í þetta. Gunnar, hann með 2 föllur og þriðja á leiðinni. Já. Þriðja kom. Mattías með fínt kast. Þetta gat alveg eins orðið fell eins og hvað annars. Hafþór fyrir PLS. Og það fór ekki nógu langt út. Þetta hékk hérna eftir miðinni, það vantaði aðeins að fara utar. Mattías á 10 pinnan. Erfitt, já, erfitt. En tóka, vel gert. Það erfitt að eiga 10 pinnan eftir eins og 7 pinnan eru aðfendan. Og þeir sem erfiðast með þetta, þeir farin að snúa í ögu átti þess að ná oftar 10 pinnan. Þá það Hafþór og hann sækir sitt örugglega. Hann komin í hollenska leikinn. Það feikja fella. Herðu, Manuel. Þetta var vel gert. Mjög vel gert hjá hann. Rammi 4. Einar Már með fellu og undan hjá PLS. Og sjá. Vel einbeittur. Hann ætlaði sér þetta. Hann var vel einbeittur þarna. Hann setti í tengingu. Þannig að það þýðir einfaldlega hann að bæta við í 40 pinna fólk og Magnús verður ekki í fellu. Þetta erfitt hjá Skagamönnum. Ég veit ekki hvað þessi gera sér þetta erfitt, en þetta erfitt. Gunnar hvað ætlar þú að gera? Gunnar með 3 fellur undan. Ég segi alltaf þegar Gunnar spilar svona, nú allt eðlilegt. Allt eðlilegt til Gunnar. Það var ekki eðlilegt að spila 160 leiki eða hvað það er. Magnús sækja sitt. Já. Hann tók feikjuna. Og svo Gunnar þarf að klára sitt. Það 10, hann tekur væntanlega öfugansnúning á hana. Og telur sig út hjá það, hann telur með vinstri fætinum út hvar hann ætlar að standa. Og það skiptir alveg ógeðslega miklu máli að vita hvar maður að standa til þess að gera þetta alltaf eins. Nú tekur hann öfugansnúninginn og þeir beint á 10. Mattías með fyrsta opinn, svo hann með fellu, svo hann með feikju og já. Ég held að væri meira framan á. En þetta var fín átta. Skilaði þessu bara vel. Hafþór á vinstri brautinni. Og við sjá hvað það gerir Hafþór með feikju, fellu, feikju. Hann með 9. Fín og einföld leif, einfalt eftir, þannig að það ekki
Það er ekki stóra áhyggjur. Matthías. Matthías klárar sitt. Sér Magnús fagnaði. Það er enda líka á að fagna feikjónum. Því að þær eru nauðsynlegar, sko. Þú vinnur ekki leik á feikjónum, en þú getur tapað leik með því að missa feikjur. Þannig er það. Új. Það var eitthvað sem var aðeins öðruvísi kastið þarna heldur en venjulega. Herri, það eru ennþá, það er svona, Manuel getur tekið þenni 30 pinna aftur, ég held að það sé 40 pinna munur, cirka. Já. Þeir eru til að dansa svanavatni bara, þetta var svo glaðið með þetta. Jæja. Magnús, hvað gerir Magnús? Það er vel hent inn á. Skildi fötuna eftir. Við kallum þetta fötuna. Það er þessa 4 eftir. Einar Már getur bætt í. Það er bara svo einfalt mál. Hann getur bætt í bara. Já. Gerði það bara. Hann bætti bara í. Magnús þarf að klára þetta sem hann gerir ekki. Nei, þetta er frekar erfitt. 40 pinna undir eftir 5 ramma er mikið. Þanniglega þegar að sérstaklega móti svona sterku liði. Við sjá Gunnar. Þetta var vel gert. Þetta var vel gert. Virkilega vel kastað. Matthías fyrir Skagan. Já, þetta er gott. Þetta var gott kast. Mjög gott. Sjá hvað Hafþór er komin mikið vinstra megin. Það er farið að þotna þeim, sko. Og það er að setja hann vel upp í hann, verður þá að koma tilbaka bolta. Þessi kom bara ekki neitt. Þessi kom ekki neitt tilbaka. Matthías, það er 10 og ekkert vandamál. Eitthvað truflaðan Matthías. Hafþór getur náð þessu með því að fara á milli, með því að taka hægra megin í fremstu kiluna. Og þá getur hann tekið allar. Nei, hann tók bara 3. Tók ekki eins og þess að 5 fyrir okkur sem að þú sé hvernig gert. Matthías. Já. Sjá. Já, töpuðum einhver stíðum þarna. Nú er spurningin, Manuel getur haldið þessu í horfinu, annars það er aukuðu bilaðins ef hann fær ekki felluna. Því að Einar Már setti fellu en Magnús opnaði og Hafþór opnaði. Þetta líti vel út. Þetta líti vel út, maður. Við segjum sko, þetta er sárt þegar það kemur svona flottur bolti og góður bolti og allt er rétt í þessu. Svo stendur tían alveg eins og það sé búið að setja tyggju á undan hana. Og það er bara hundleiðilegt. En það gerir sportið að sporti, því að annars verður allir með fullt af stigum. Já, eftir 4. ramma þá er þetta 40 pinnar. En núna eru búinir 5 rammar. Já, þetta er áfram, þetta er 50 pinnar núna. Sem að munar sem PLS er yfir. Og maður getur þetta verður ekki fram og rétt.
ég held að þetta væri að stefna bara í of mikið framan á. En 50 pinnar í 5 römmum ekki neitt. Eina sem þarf að gerast það að Skagi þarf að fara að fella og setja þær saman. Og PLS hætti við að fella. Nei, Einar heldur áfram að fella sem að hjálpar ekki Skagamenn. Og þannig að Matthías, hann fékk fellu. Ég var lengi að bíða eftir því hvað hann ætlaði að gera þessi bolti. En hann fór aðeins yfir og nóti þess að fá fellu. Gunnar, ef hann fær felluna þá auka enn forskotið í 60 pinna. Við skulum sjá hvað Gunni gerir. Hann getur aukið þetta núna í 60 pinna. Herði, hann gerir það. Það nú bara ekki flóknara en það. Það eru 5 merki á móti 3 en það eru 2 merki, já. Hafi þetta verið 30 og þetta er 50 pinnar, 50-60 pinnar sem þetta mjög. Manuel fekk fellu, þannig að Skagamenn eru allir með fellur, þannig gefur þeim allavega svona viljir fyrir því að nú að fara að raða þeim eitthvað saman og setja fleiri. Hafþór fyrir PLS og hann fær fellu. Nei, hann finnst 9 stóð, ég held að það er fallið maður. 9 varð eftir. Þannig að, já, þetta eru 50-60 pinnar, 50 pinnar sem PLS á. Já. En þeir geta farið fljótt, sko. Hafþór sækir þessa einu. Þetta er að vera spennandi núna. Nú er spurningin hvað Skagamenn gera, sko. Einarmá byrjar. Fella hjá Einarmá núna, setur Skagamenn svolítið mikla pressum að það. Þetta var rosalega utalega. Ég held bara að hann væri að fara í rennuna. Það var bara, ég sá bara stemdi bara beint að Gráarsvæðið. Og þar gerist ekki neitt. Þannig að bara mínus. Það er bara mínus þar. Herði, Magnús fellir eftir 5 ramma þetta 50 pinnar. Já. Herði, Magnús tekur tilbaka svolítið að þess að þeir skulduðu. Einar Már, ef hann fær feikuna, já, hann fekk feikuna, þannig tapar bara 10 pinnum á Magnúsi. Þetta 40 pinnar. Það var það Matthías. Og sjá hvað Matthías gerir. Nei, hún fór ekki nógu langt, hún gekk ekki nógu lengi. Þannig að nú getur Gunnar tekið tilbaka með því að fella. Því að Gunnar er með 2 fellur undan, þannig að það er mjög stórt fyrir PLS að fella það. Skulum sjá hvað gerist. Gunnar einbyttur mjög. Þá leggur hann vel frá sér. Og gríðarlega vel gert. Þannig að það er allt jafnt í þessum ramma ennþá. Og Matthías sækir sitt. Nei, hann gerði það ekki. Þar á leiðandi eru PLS búin að vinna 10 pinna yfir bót. En við getum náðið tilbaka aftur og verið með 0 ef að Hafþór lokar bara og Manuel fellir. Ok, 9 þarna. Og ef Hafþór lokar sínu og Manuel fellir þá er þetta jafnt. Jafn rammi eru 40 pinna mun.
Það er allt í gangi. Já. Og ef að Hafþór lokar sínu, þá er það sem sagt 4 merki að 40 pinnar rann. Þannig þetta er bara jafnt, þetta er ennþá 40 pinnar munur. Og við erum komin fram í 7. ramma. Það er lítið eftir að þessum leik. Magnús, hann þarf bara að fella. Það er bara ekki flóknara. Þeir náðu sig ekki niður með því að spila sama á PLS. Þeir eru að spila meira. Þannig að við skulum sjá hvað Magnús gerir núna. Já. Nei, hann er eins og hann hætti bara við að beygja. Einar Már. Eftir 6 ramma munar þetta 70 pinnar. Þetta er svolítið mikið. 325, 394 og 325 eru 2 möguleikar af því að fella inn sem var Magnús og Manuel, og Magnús gerir það ekki, þannig að þetta heldur áfram með 70 pinnunum og svo opnar hann þetta að auki. Þetta var dýrt, maður. Þetta var rosalega dýrt. En Einar Már með Glennu, og hann veit hann á að fara á milli og hann gerði það, hann ætlaði að gera þetta áðan líka. En þetta var vel leist, vel gert, sérstaklega þess að Magnús opnaði. Það var þetta vel gert. Nú fer þetta að verða erfitt, maður. Það er sama, það er allt hægt dýrt. Mattias fer bara í Brooklyn eða Borgarnes eða Njarðvíkur eða Vesturbæinn eða eitthvað. Fyrir eftir hvar maður er á landinu. Ok, hvað gerir Gunnar? Gunnar getur alveg Gunnar ákveður verið að auka þetta bil mikið meira. Þetta væri nú bara fínt eins og þetta væri. Það því að hann langar að hafa eitthvað spennu í restina. Gunni er svolítið spennu fíkill í þessu. Mattias, nei, þetta var ekki gott. Þetta var engan veginn gott hjá Skagamönnum. Nei, þetta var vont. Þetta er 8. ramminn. Og Gunni þarf að klára sitt. Þá geta þeir bætt við. Þó að Manuel felli þá bæta þeir við ef Hafþór lokar sínu og Gunni lokar þessu. Gunni lokaði og ef Hafþór lokar sínu þá að Manuel felli þá bæta við 10 pinnum í þá er 80 pinnar. Það er rosalega mikið. Það er rosalega mikið. Og við skulum sjá hvað hann gerir. Já, hann fellir. Vel gert. Vel gert. Jæja, hérði. Það er 9. ramminn. Þetta, ef ég með reiknast rétt til, séu 80 pinnar, cirka 70 pinnar. Þá, og ein fella. Það er rosalega erfitt, já. Já, Hafþór felldi. Þannig að þeir bættu við 10 pinn í fórstuna. Sem var orðin 70 pinnar, þannig að samkvæmt þessu þetta ætti að vera 80 pinnar í fórskot. Það er rosalega mikið. Það er 40, það eru 50 pinna munur. Það eru 60 pinna munur á Magnúsi og Einari. Það er, já, Manuel á reyndar 30 pinna á Hafþór. Já. Þannig að hérna, þetta er enga við búið, en þetta er brekka. Þetta er eiginlega brekka. Þetta er brekka í snjó. Þannig að spóla svolítið, nema þú getur sett á fjórhjóldrifið og nagladekk og keðjur og allt saman. Þá getur þú tættu upp úr þessu, en það þarf helviti, það þarf gróf tæki það.
Já, eða þetta. Eða þetta. Þetta hjálpar Skagamönnum. Þetta hjálpar þeim. Já, eftir 7 ramma Skaginn með 389 og mögulega á eina tengingu á móti 459 hjá PLS. Það reiknast með til að það séu 70 pinnar. Þetta það eftir 7 ramma, svo 8. ramminni, svo hann núna þar sem PLS loka öllu en Skaginn ekki. Og hvað gerir Einar Már? Þetta lítur vel út hann tók 3. Þannig Einar Már með 187 í 9. ramma. Magnús með eitthvað. Þetta ekki sanngjarnt. Bara engan veginn sanngjarnt. Þetta var Stone 8, þess að ég sagði okkur á hann, bara allt of gott kast. Það bara þannig. En Gunnar, hann búinn að kasta vel þennan leik, mjög vel. Nú skulum sjá hvernig hann haldi því bara áfram. Já, fínt, 9. Það alltaf gott að hafa 9 í þessu. Já, örugglega tekið á Matthíasi. Þannig að hafi þetta verið 70-80 pinnar aðan, þá var þetta komið niður í 60 pinnar núna, þar sem að Magnús tók 10 pinna á Einar. Það því Einar opnaði. Og Matthías tekur sama og Gunni, feikjur. Þá það helst það í hendur. Það að segja ef Gunni lokar þessu. Og já, tók góðan tími í þetta. Já. Og svo Manuel með fellur 2 á undan, Hafþór reynda með 1. Hafþór getur slökkt á þessari tengingu með því að fá sjálfur fellur núna, en þetta lítur vel út. Þetta leit vel út allan tíma. Ég sagði ykkur að hún myndi spila vel í 3. leik. Það var bara þannig. Þetta bara að þekkja brautina, þekkja húsið. Og skulum sjá hvað Hafþór gerir. Já, þetta lítur vel út. Hafþór gerði það. Hann ferdi. Þar af leiðandi þetta fer að vera brekka fyrir Skagamenn. Já, þetta eru 80 pinnar sem munar. Og Magnús fékk 9. Og það eru 90 pinnar í 3. ramma, þannig að þetta erfitt. Þó sé ekki meira sér sagt að þetta erfitt. Og Einar eftir að kasta. Einar með 187 í 9. ramma og Einar, þetta var gott kast. Þetta var gríðarlega gott kast. Og Magnús lokar sínu. Þannig að Magnús getur farið í 163. 163. Og Einar getur farið í 207. 217. Ef hann fellur út. Og þetta lítur vel út. Þetta leit bara ljómandi vel út. Já. Og þá kom bara lítið ei. Hvað var Magnús að gera núna? Það veit ég ekki. Það var hann í 160. Það farið í 160.
og Matthías fellir og Einar fær í 217. Það eru ok, 214 nei, 211 200 204 160 50. Já, þetta er búið. Þeir geta ekkert gert við þessu annað en bara þakka fyrir. Takk. Ég sé bara ekki hvernig í rauninni þetta fara öðruvísi. Og Gunnar fær 9. Gunnar er að fara stefni í 234 og Matthías fer í 151. Þannig að þetta er game. Gunnar tók sína leið og stefnir í 234. Manuel kastar inn og hann heldur áfram að fella. Þetta var eins og ég réttilega sagði, þriði leikurinn yrði besti leikurinn. Og Gunnar klárar sitt. Já. 233. Þá er það Hafþór upp annars eða Manuel. Hins vegar Manuel tekur skot nummer 2 hjá sér. Og hann er bara að halda áfram í þessu. Það er hættan. 247 fyrir hann í. Hafþór þá núna. Úish, þetta var skrítileg. Já, 247 í honum. Og Hafþór sækir sína síðustu. Ég er ekki á af því að innan hvernig leikurinn er farin. Hann er löngu búinn að klæða sig bara tilbúinn í að fara heim. Það er ekki flóknara en það. Þetta er vel útreiknað. Það er komið fram yfir á honum. Hafþór með síðasta kasti í kvöld. Nokkuð ljóst. PLS vinnur EA og slærið á þar með út í bikarnum. PLS heldur áfram. Þetta var hinn mesta skemmtun og loka staðan í þessu. Í þessum leik var Skagi með 569 og PLS með 637. PLS vinnur þetta 3-0. Þar með ætlum við að ljúka þessu. Ég sé ekki að sé neitt annað eftir heldur en bara Hörður Ingi þakkar fyrir sig og við vonandi hafið haft gaman að þessu. Endilega drífið ykkur í keilu því að keila er gott sport. Takk fyrir í kvöld, verið sæl.